Jæja, þá erum við komin með hérna Agnesi og Greip. Þau eru komin hérna fyrir hönd klífursambandsins. Við erum hjartalega velkomin. Já, takk fyrir það. Hvað segir þið gott? Þið eru sem sagt keppendur, er það ekki? Jú. Og hvenær hérna byrjar mótið hjá ykkur? Já, það byrjar á morgun, það eru undankeppni á morgun og svo eru finals á mánudaginn. Ok. Mótið er sem sagt, þið eru að byrja á morgun en mótið sjálft er byrjað, er það ekki í dag? Já, það eru þú veist yngri flokkarnir. Yngri flokkar í dag? Ok. Hvað er hérna, í hvaða flokki eru þið að keppa? Í opnum flokki. Opnum flokki? Ok. Það er líka að gefa verðlaun fyrir U19 en við keppum í opnum. Opnum flokki? Ok, og hérna, hvernig er bara undirbúningur hjá ykkur fyrir svona stórt mót? Í raun og veru bara eins og alltaf, bara að æfa á fullu og svo kannski bara, hætta að æfa í 1 viku eða 2, jafn mikið. Já, taka þú veist rólega vikuna fyrir til þess að svona halda styrki. Já, ok, þannig þið eru ekki endilega vikunni fyrir að æfa ótrúlega mikið, þið eru bara svona hvað að taka léttar æfingar og eitthvað þannig? Já, bara styttri, já. Ok. En hvað, eru þið með eitthvað svona rútínu, sérstakar rútínu eða eitthvað þannig svona kvöldi áður eða rétt áður en þið farið að klifra, svona eitthvað sem þið hugsið eða eitthvað sérstak rútína? Nei, raun og veru ekki. Nei? Ég er bara svona loka augunum og minnum á að anda bara, vera í núinu. Einmitt. En þú? Ég er bara að reyna að sofa vel nóttina fyrir og svo er það samt ekkert eitthvað það gott að þú veist alltaf vera með eitthvað sérstakt að þú veist hvað gerist þegar það klikkar eða þá bara mótið búið eða þú veist. Nákvæmlega. Og hvernig er það? Eru þið að fara að prófa einhverja nýja klifurleið sem að þið hafi aldrei séð áður þá á morgun eða hvernig er það? Já, þannig að það eru settar upp 4 leiðir og svo hafum við 5 mínútur í að klifra það on-site. Þannig að við fáum ekki að sjá þér fyrirfram og þá þurfum við að leysa þér á 5 mínútum. Ok, þannig að þið fáið í raun og veru ekki sjá leiðina bara fyrir en þið eruð að fara að keppa? Nei. Já. Hvernig er það eiginlega? Er það ekkert erfitt? Jú, það getur verið erfitt, það er mjög mikið svona fá réttu lausnina, það er oft það sem að gera á bestu frá ekki bestu. Já, það verður aldrei fljótur að hugsa líka hvað er best að gera og svona, já. Ok. Og halda kúlinu allan tíman. Og hvað er þetta sem sagt 4 leiðir sem þið eru að klifra? Já, 4 leiðir, 5 mínútur á leið og svo í finals aftur 4 leiðir en þá fáum við inspection tíma. Já, úrslitin eru aðeins öðruvísi en hvernig virka þau? Þá fáum við sko, þú veist, mínútu, bara öll saman þá, þú veist, stelpunnar og strákarnir fáum tíma til þess að skoða leiðina og tala saman hana. Já, ok. Þá veist að hugsa svona og þú veist, getum við gert þetta og svona. Ok, bara mjög spennandi. Er þið ekki bara spennt að sjá nýju klifurleiðina á morgun? Jú, mjög, mjög spenntur. Þið vitið í raun og veru ekkert þetta? Þið vitið ekkert hvað er að fara út í? Nei. Nei. Er það alveg spennandi? Það er mjög spennandi, sko. Hérna, vitið þið hvað eru margir að taka þátt á mótinu? Sko, síðast að ég heyrði voru 20 kvenna og 18 í kalla, en ég held að sé búið að þú veist verða fleira því við erum alveg búin að fá að pósta eitthvað, þau þurfum að breyta tímanum að þeir eru svo margir búin að skrifa sig. Já, ok, þannig að það er bara góð mæting. Já, mjög góð. Ok, frábært. Og vitið, er þetta eitthvað svona alþjóðlegt mót? Komið einhver erlendi þátttakendur að spila? Já. Klifra? Já, það eru allavega 2 í kallaflokkinum. Já, við erum nokkrar, þú veist, við erum allavega 4 sem eru, þú veist, útlenskar, en sumar búa í Íslandi. En það er allavega, þú veist, 2 sem ég veit sem eru að koma hingað. Ok, frábært. Og hérna, hvað er ykkar markmið bara á mótinu núna? Eru þið með eitthvað markmið? Bara kannski djarft en bara vinna. Já, það er bara geggjað markmið. En þú? Ég er bara að skemmta mér, mér finnst þetta alltaf ógeðslega skemmtilegt mót og já, það er bara alltaf, Einmitt. Og hvað er eitthvað framundan skemmtilegt hjá ykkur í klifurheiminum? Já, það er svo Norðurlandamót í seinnipartinu mars. Já, og svo er líka bara EM á sama tíma. Ok. Þá. Já. Þannig að það er bara fullt af undirbúningi og mikið af klifri framundan greinilega. Já. Þannig að ok, en bara gangi ykkur rosalega vel og hérna vonandi bara einmitt eins og þess vinniði, það er bara, maður bara þarf að stefna hátt. Þannig að hérna, já, gangi ykkur bara ótrúlega vel og hérna, já,
við bara takk hérlega fyrir að koma. Já, takk fyrir boðið. Ekkert mál. Herðu, hvað hérna, já, hæ. Við ætlum að sýna aðeins frá þegar ég fór á klifturæfingu frá því ég fyrra. Alltaf að sýna frá æfingum. Ég að deyja í þessum klifurskóm. Þeir eru svo þröngir, já. Þá erum við mætt á klifturæfingu og ég viðurkenni, ég ógeðslega stressuð fyrir þessu. En já, komum á æfingu. Herru, við erum komin hérna með Stebba og Stebbi ætlar að taka mig á æfingu í dag. Hvað hérna erum við að fara að gera á æfingunni í dag, Stebbi? Ok, við ætlum að byrja því að heita upp, síðan ætlum við að klifra nokkra léttar leiðir og síðan ætlum við að reyna að klifra á svona aðeins erfiðari leiðir. Ok, frábært, ég er mjög spennt. Bara ég elti þig bara. Ég er bara flott, ég er hún heit. Herðu, við erum með hennan Laufey hérna og Laufey ætlar líka að vera með okkur á æfingu í dag. Herðu, ertu ekki bara spennt að kenna mér í dag? Jú, ég hef mikla trú á þér. Er það svont? Já. Ok, geggjað. Byrjum með þetta. Sko, það versta í heiminum, bara verst sem ég veit er svona kalki. Ég er eiginlega með fóbíu fyrir þessu. Næs, stóra sigur í dag. Næs. Já, let's go. Ég náði þessu! Hvað er ég að gera? Hvað leið núna? Herðu, þetta er svona eins og að fara á Ólympíuleikunum bara. Ég að deyja í þessum klifurskóm. Já, let's go. Ég náði þessu! Hvað er ég að gera? Hvað leið núna? Herðu, þetta er svona eins og að fara á Ólympíuleikunum bara. Vel gert, ok. Á ég að vera næst. Það er ekkert gríp hér og ekkert hér. Á, ekkert mál. Hvað er næst að hvíta? Vittu, vá, hvað þetta er erfitt. Og hvað nú? Vittu. Sko, hvað nú? Svona. Fokk, þetta er erfitt. Þetta var svo smooth hjá þér eitthvað. Aim for effort. Slay.